Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að halda í ykkur að fallega ferð með lifandi Guði og syni hans Jesú Kristi sem að miskunnaði sig yfir okkur og náðaði okkur inn í ríki sitt og á þess að við eigum einn þátt á nokkurn hátt í því verki öllu saman. Þetta er auðvitað vísbending kærleika hans, elsku og ást og trúfesti sem hann sýnir okkur mönnunum og hefur gert auðvitað allar götur en okkur gengið misjafnlega átt okkar á og skilja og fylgja og fara eftir og að því við erum veiklunda fólk og það er hægt að hugga sig með því að þess vegna í raun og veru gerði Drottinn þetta allt sem hann gerði, það var til þess að ná mönnunum til sín og gefa þeim leið að lifandi Guði. Drottinn vissi það alltaf að ef hann snyti ekki, þá myndi svo fara sem fór og það verða viðskilnaður við lifandi Guð og þetta skeði fyrir framann skilningstré góðs og ills og við þekkjum söguna. En auðvitað í gegnum tíðina og fræðin og allt saman það reynt að burtskýra það allt saman og búa til einhverja skáldsögur sem að við teljum raunhæfar skáldsögur og teljum að sé búið að ýta öllu hinu burtu. Menn mega svo sem alveg halda hvað sem þeir vilja það en því verður ekki ýtt burtu vegna þess að sannleikunum verður aldrei ýtt burtu. Það er nú bara þannig. Skáldsögurnar hins vegar geta alveg horfið og farið og sumar skáldsögur eru býsna góðar skáldsögur og sumar sem við erum að lesa eru kannski mjög gamlar skáldsögur og enn í fullu gildi vegna gæða. En þetta eru samt bara skáldsögur. En það sem við erum að segja hér upphafið og þennan viðskilnað sem varði hjarta manns og Guðs að hún er raunveruleiki og hún í raun og veru segir alla söguna hvers vegna menn nefna til ófriðs og stríðs og svo fram eftir götum, ekki bara núna. Ef við skoðum þetta mál, sjáum við að það í fyrsta lagi hefur ekkert breyst og í öðru lagi er aðdragandinn að þessum ófriði sami. Hver er hann? Jú, her safnast saman á ákveðnum stað við línu einhvers land sem á að fara inn í og vorum við ekki að horfa á þetta á dögunum bara, já, í þessum töluðum orðum. Nákvæmlega sama, þú getur farið aftur í Biblíuna, þú getur lesið þetta þar og segðu mér svo hvað hefur breyst og lestu hver aðdragandinn var að þessu verki konungana hverja sem herjuð á. Skoðaðu það. Þú sér sama í dag. Þess vegna segi ég það og stendi það, ég þarf ekki að standa neitt við þetta, stendur í orði Guðs, að þetta er sama sem er að gerast. Af hverju? Hjartað er samt við sig, það misti niður taktinn við skilningstré góðs og ills, taktinn við hjarta Guðs og það er þessi aðskilnaður sem varð, sem gerir að verkum að maður, ég og þú og við, eru bara hálfar manneskjur í raun og veru. Það vantar hinn partinn í okkur sem er þessi guðlegi partur. Hann sem sagt fór burt og veistu af hverju? Með fyrsta manni kom þessi vilji fram í manninum að velja sjálfur. Já, þeir gengu saman í kvöldsvalanum með sagt. En vertu viss það að Adam, sem þá var bara einn, valdi að gera þetta. Hún hlakkaði til að ganga í kvöldsvalanum með lifandi Guði. Það er ástæðan. En svo fær hann blessuðu konuna til sín
Þetta er ekkert henni að kenna neitt, bara tekka fram. Og hvað gerðist með tveim manneskjum? Þú veist hvað gerist með tveimur manneskjum. Það sem gerist bara hjá þér með annari manneskju er að þið farið að tala saman. Sama gerðist með Adam og Evu. Þau fóru að tala saman. Velta vöngum yfir einhverju. Þau voru kannski svona í eðli sínu lík. Og þegar fólk er líkt og það er að tala saman, þá nær það furðu vel saman. Já, hugmyndir hvors annars geta verið áhugaverðar. En það er ekki með alla. Sumir eru með þannig hugmyndir að maður hefur engan áhuga á þeim og það er ennþá þannig í dag. En sumir eru með svipuð áhugamál og maður hefur sjálfur og maður sperrir eyrur þegar þetta fólk byrjar. Eins er það með mig þegar ég byrja tjá mig mínar hugmyndir að einhver sperrir eyrur vegna þess að hann er svona svipari línu og ég er sjálfur. Oft eru sama með hjón. Þau eru svona svipari línu og við getum alveg reiknað með því að Drottinn hafi vitað þetta og haft þetta bara svona. Þannig að það má alveg reikna með að Adam og Eva hafi verið svona tengd saman með svipaðar hugsanir hugmyndir uppi alls konar. Því að þetta var vitiborið fólk, myndu það. Vitiborið fólk með bara alls konar hugsanir og hugmyndir allt og ekki neitt. Bara eins og ég í dag. En það sem að ræður úrslitum það er komin önnur manneskja inn sem fara að tala saman og velta vöngum yfir ýmsu til að mynda þeim orðum sem Drottinn sagði af trjánum í garðinum megið eta af öllum trjám í garðinum nema ekki af trénu sem stendur í miðjum garði, það megið ekki snerta, annars munuð þið deyja. Það voru nú skilaboðin sem þau fengu. Og þetta getur hafa vakið þeim og hefur alveg pottþétt vakið þeim einhvern áhuga. Á einhver stað á ferlinum fyrir syndafallið byrjaðu að pæla í þessu, hvað ætli hann hafi átt nákvæmlega við þegar hann sagði að við megum meta öllu trjánum í garðinum nema þessu eina. Hvað ætli hann hafi verið að meina? Og þau fara að skottast í kringu þetta tré og þar er þessi vera. Og hann kemur ísmeigilegur, hann er ennþá þessi ísmeigilegi aðili. Er það rétt að Guð hafi sagt við okkur að þið megi eta neinu, megi eta öllum trjánum með þessu eina hérna í garðinu? Það er svo fljótt og það er ekki mikið mál. Og þetta þekkja allir menn að koma upp Eva. Sé maður ekki bara 100% viss í sinni sök með allan nagla nelda í öll horn, þá gæti svo farið ef eitthvað svona kemur til maður að maður fari að efast. Já, það getur nú verið að ég hef nú heyrt þetta eitthvað rangt. Við skulum ekki útiloka þetta. Þetta er enn þann dag í dag að gerast. Og aftur sjáum við að það hefur í raun og veru ekkert breyst. Og Drottinn er með svarin í þetta. Hann talar þennan aðskilnað sem þurfum að vera. Heimur og mammon, þeir geta ekki starfað saman. En hve margir af okkur erum ekki endalaust að reyna að spyrða þetta saman og spyrðum þetta saman en sjáum ekkert athugavert við það. Af hverju? Af því við einhvern veginn sjáum þetta öðruvísi heldur en lifandi Guð. Samt segir trúin mér hiklaust, skilyrðislaust að honum skuli ég trúa. Hann sagði Krist að hann væri sonur sinn og hann skildu við hlýða. Það er ekki rétt? Jú. Og við erum með mikinn doðrant sem heitir Nýja testamentið sem segir til að mynda helling það sem að Kristur bara sagði sjálfur.
Hann segir þetta: þeir getið ekki þjónað Guði og mammon. En þetta erum við að reyna. Eins og ég var að segja, að þú og við sjáum ekkert athugavert við þetta. Jú, við erum að gera þetta, við erum að reyna að græða peninga og þjóna peninga, það er í eðli mannsins, og okkur farnast vel og við þjónum peninga. En hvað er Guð? Er hann eins hátt upp hafinn í hjartanu og við vildum að hann væri og við segjum að vera? Það er ekkert verið að dæma neitt þarna. Þetta eru bara spurningar sem eru heilbrigðar spurningar sem hver og eitt okkar þarf og verður að svara. Ekki fyrir mig varðar ekkert um það hvernig þú lifir nýja höfða þér. En gerðu það fyrir sjálfan þig og sjálfa. Þess vegna er verið að varpa svona fram að til þess að ég og þú og við svörum þessu fyrir okkur. Akkur ég? Að við þurfum að vita þetta. Þannig bara er það. Við þurfum að vita hvar við stöndum. Og ég segi, tek undir þetta með Drottni, að mammon gangi ekki með Guði. Hvað gerist til að mynda að þú ert í rekstri, gott að vera í rekstri og gott að þína pening og ganga vel, en hvað skeður þegar eitthvað hryktist í því dæmi og það fer að vanta peninga? Þú setir ekki einhvað af stað til þess að bæta upp það sem er farið. Og hvað er Guð þá? Ég hygg að það sé ekki mikill tími fyrir hann akkúrat og meðan þú ert að bjarga þessu. Það þarf að vera jafnræði í. Drottinn er ekkert að banna okkur neitt að þjóna peninga. En það sem hann er raunin að segja, hann bannar okkur ekki neitt reynda. Guðs ríki komið fyrst. Jú, við höfum heyrt þetta orð og heyrum þetta jafnlega daglega. Guðs ríki komið fyrst. Með öðrum orðum, ef þú gerir þetta í trúniðinni og á hjartaniðinu, þá er Guðs ríkið þar sem allt snýst í þínu lífi. Þetta heitir með öðrum orðum að vera dáin sjálfum sér, en þú getur verið að vassast í alls konar þáttum fyrir það, en samt með þann stíl á og stæl á að þú ert alltaf með Drottinn í sjónmáli og það skilur á milli feigs og ófeigs. Það er þetta sem Drottinn er að segja. Og þú þarft að vita hver þú ert í Jesú. Við höfum oft talað um það hér, að það sé nákvæmlega styrkurinn sem við þurfum á að halda. Og ég lofa þér því, ég þurfti á því sjálfur að halda og þegar ég sá hvar ég stóð, að svo sannarlega hef ég þurft að halda á þess að halda, því að lífið við mig frekar en þig hefur ekkert alltaf verið dans og rósum og kannski sjaldnast. En það er gott samt. Svo ég segi það vegna þess að ég á þráttur allt Jesú í mínu hjarta. En aðskilnað tel ég að verulegu leyti vera í mínu lífi við Guð og hitt, það er ekki margt fyrir utan það sem að ég er að gera sem er ekki með einum og öðrum hætti tengt með einhverjum hætti inn í ríki Guðs. Mér er alveg sama, kæri vinur minn, hvort þú trúir þess eða ekki og þú mátt hafa allar skoðanir á þessu eins og þú vilt, en þetta er það sem er. Og það er þetta sem ég vil að þú takir upp, ekki til þess að gleðja mig. Ég geti mögulega hugsanlega glaðst af því, en það væri gott fyrir þig að gera það. Við þurfum að vita um þennan aðskilnað sem þarf að verða. Við þurfum að sjá hann og við þurfum að gæta okkur á því að blekkja ekki okkur sjálfa hvað þetta varðar. Ég veit allt um það.
Ég hef oft þurft að slást við þessa þætti. Ég held að þetta sé nú ekkert svo alvarlegt og kannski þetta ekkert mjög alvarlegt. En lítil glóð getur orðið að gríðarlegu báli. Sér glóðin tendruð á röngum stað. Það kveiknar eldur af glóð, þar að segja, fái glóðin næringu þá sem að býr til eldin. Ég vil að eldurinn sem að kveiknar sé af heilugum anda. En ekki einhvað sem ég veit ekki almennilega hvernig virkar eða gerir. Að því ég vil ekki að lífið mitt verði fyrir tjóni. Og ég segi, ég þarf ekki að fara með sjálfa mig þangað að því ég þekki Guð. Þetta er boðskapurinn. Þetta er boðskapurinn sem hefur gengið í gegnum allar kynslóðurnar frá því að Drottinn sté til himins og við fórum að fá, eða mannkyn fór að fá Nýja testamenti sem er orð lifandi Jesú Krists. Fyrir mig, fyrir kristna trú, fyrir hinn kristna. Og þar er þetta allt. Þér getið ekki þjóna Guði og Mammon. Ungur og yndislegur maður á kafi í viðskiptalífinu, það verður bara að segjast alveg eins og er. Þetta viðskiptalíf hefur alltaf verið til, það er allt gengið bara með manninum. Og við sjáum ef við lesum Biblíuna, margir af þessum mönnum voru vellauðugir menn. Og þessi maður, ungi maður, var vellauðugur maður. Og við höfum haft fregnir af mörgum vellauðugum mönnum. Og allt í lagi með það, ég öfunda þá ekki. Hann kemur til Jesús. Hvað á ég að gera, herra minn, til þess að verða hólpinn? Einlægur, fallegur, ungur maður. Kristur horfir á hann, eins og segir, með ástúð. Af hverju? Hann þótti vænt þennan strák. Hann sá eitthvað í hann sem var gott. Það var svona alvöru gæi. En hann sá í hjartans eitthvað sem yrði honum alltaf hindrun. Þér getið ekki þjónað Guði og Mammon. Hvað á ég að gera til að verða hólpinn? Hann alltaf kemur með algjöran kinnhest í augum þessa manns sem að lagði allt í að verða áfram þessi vellauðugi maður og vellauðugur maður hefur vita á að fjárfesta. Þannig hann hefur átt gríðarlega miklar eignir og verið bara í því að kaupa og selja eignir, við veitum hvernig þetta er, hjá fólki sem er með nóga peninga og er á þessum stað. Sel allar eigur þínar, gef þar fátækum og kom svo og fylg mér. Hvað er hann að segja? Hann var að segja það í raun og veru, ef þú ætlar að gera þetta öðruvísi, á þess að verði umsnúningur í þínu hjarta, myndu aldrei ná þess. Honum fannst þetta hart. Honum fannst þetta örugglega ósanngjarnt og við myndum örugglega taka því þannig. Við erum góð hjarta fólk. Við erum kannski fólki sem meira að segja tímum að gefa ölmusu og færa fólki jafnvel mikinn auð svona frá okkur sjálfum. Enginn þiggur líf af eigum sínum, segir á einu stað. Við sjáum að við erum að fá alveg dundrandi flottan boðskap og hver segir annað en að sagan þennan vellauðuga strák tali ekki inn í daginn í dag og segiði mig svo
hvað hefur breyst? Nákvæmlega ekkert. Þegar upp er staðið, þá hefur nákvæmlega ekkert breyst. Þessar sögur sem við erum að sjá og lesa í dag, við getum fundið þær í Nýja testamentinu til að mynda í sögunni þennan ríka strák, eignamikla mann og líka afstöðuna sem hann tekur. Þegar Kristur kom í sannleika fram og sagði, seljið allar eigur yðar, gefið fátækum ölmusu, gefið þær fátækum og komdu svo að fylgdu mér. En hann hvarf frá. Við veitum af hverju. Hann gat ekki náttúrulega sjálfsögðu hugsað sér að gera þetta með þeim hætti. Maður sem að lifði og hræriðist í að eiga sem mest og hann átti helling og hugsaði það hvernig hann gæti gert betur. Við veitum hvernig þetta er. Þessi menn sem á þessum stað, þeir eru að selja og kaupa, selja og kaupa, selja og kaupa og selja og kaupa, eru bara þarna. Svo kemur Kristur, að því hann vill að við séum algjörlega gefin honum. Hann segir, þér getið ekki þjónað Guði og Mammon. Þér getið ekki þjónað Guði og Mammon. Já, mér hefur nú gengið alveg ágætlega hingað til. Hver segir það? Þetta eru þín orð. Hvað segir Kristur? Gæti verið að hann segði við þig sem ert þarna á þessum stað, sel allar eigur þínar, gef þar fátækum og kom svo og fylgja mér. Er það mögulegt? Ég veit það bara að Kristur segir, bæði við mig og þig og okkur öll, þér getið ekki þjónað Guði og Mammon. Annarkvort afrækið þér annan og elskar hinn og svo framvegis, þér getið ekki þjónað Guði og Mammon. Þannig að við sem ef einhver er þar, en vill vera þessi heili Guðsmaður, hann skoði stöðuna sína. Spyrji sig heilbrigðra spurninga til að mynda, hve mikið af mínum tíma fer þangað. Já, ég er að predika, ég er að kenna. En hvernig er ástandið á mér þegar ég ætla að fara að kenna? Þarf ég að botna tíkina til þess að ná á staðinn, að því ég var undirbúið, gerðist eitthvað, ég var að redda því. Ég var búin að lofa mér og tíminn líður. Svo botna ég tíkina og kem og predika. En gaf mér engan tíma til þess að undirbúa. Eitt né neitt. Ekki svo að skilja að predikunin hafi ekki orðið góð, vegna þess að Drottinn er bara góður. Eina sem að þarf fyrir okkur predikarana og kennarana er að við mætum bara. En hann vill, og ég held hann krefjist þess, hvort sem er að mér eða þér, að við gefum honum tíma áður en við stígum fram. En hvað með þá og þær sem að þurfti að redda ykkur alveg í kvelli, því að þeir voru á þessum stað, þeir eru með rekstur segjum það, og það gerðist eitthvað í rekstilinum sem alltaf getur gerst. Og það var sunnudagur og það var að koma predikun og ég var að klára það og koma svo í predikunina og ég kem kannski beint úr argelsinu og í predikunina. Við sjáum, ef þetta er einhvers staðar til, ég veit ekkert það, að þá er sú manneski ekki að 100% gefin Guði á þeim tíma. Á öðrum tíma gæti viðkomandi vel verið það. En það er dagurinn í dag sem gildir að öllu leyti þegar kemur að þessum málum. Ég var alveg rosalega harður í trúboðinu hérna fyrir 10 árum. Maður var alls staðar. En hvað er þetta í dag? Sitjandi feitur heima. Þú nennir þessu ekki lengur.
Það ekki góð staða. Við sjáum að við þurfum að gera verkin okkar í Jesú nafni núna. Það er það sem að gildir. Núna. Ég segi drottinn. Núna. Þegar Móses spurði hann hvernig hann ætti að kynna þegar frammi fyrir Faró að hafi sent sig. Ég. Hvers slags svar nú þetta, gæti Móse hafa hugsað með sjálfum sér og klóra sér í gráa hausnum sínum. Hann var ekki eldgamall kallinn þegar hann fyrir í þetta. Jú, ég held það, kannski verið grárri en ég. Nei, allavega, ég alveg grár. En hann sagði þetta, ég sendi mig, segðu það. Hver sendi þig nú, Móse? Ég hvað sagðirðu? Ég var þetta brandari eða hvað þetta að segja? Ég sendi mig. Þetta einkennilegt svar, ég get alveg viðurkennt það. Þannig að þú þarft að eiga til trú til þess að vita áttaði á hvað þarna að vera. Og þegar þú veist hvað þarna að vera, þá hættir þetta að vera eitthvað einkennilegt svar. Og þú segir, þetta bara sannleikurinn. Hann ég já, í dag. Þess vegna þurfum við alltaf að vera með okkur á þeim stað að dagurinn í dag sé tengdur við Guð. Leiti ríkis míns fyrst og réttlætis, þá munu þér veitast allt þetta að auki. Það í raun ekki strangari kvaðirnar en þetta að fylgja Jesú. Með öðrum orðum hann að segja, þú getur gert allt sem þú vilt, minn kæri vinur, minn kæri Konráð. En leitaðu fyrst ríkis míns og réttlætis. Ég með þér í öllu hinnu. Og hvað merkir það? Allt. Það mun ganga upp það sem þú ert að gera í dag. Hefur það verið? Þannig. Þetta auðvitað spurningar og hugsanir sem maður ekkert að velta fyrir sér dagstaglega og alltaf, eðlilega. En samt eins og núna getum að staldra við þetta og sagt, jú, að þannig hefur þetta lífmanns verið. Frá því að ég eignaðist trúna á Jesú Krist sem eru komin yfir 30 ár síðan. Þannig hefur það verið. Verða svoleiðis enn. Ég held ég megi fullir af það, já, að svo enn. Þetta auðvitað fyrst og fremst meðmæli með lifandi uppreisnum Jesú Kristi sem hefur haldið utanum þennan einstakling sem hér að tala og bera fram boðskapi Jesú nafni til þín, því að drottni umhugað að þú skiljir, takir undir með kennara og predikara nauðsyn þess að vita og skilja að við getum ekki þjónað tveimur herrum. Við munum aðhyllast annan og afrækja hinn. Við tókum mynd af manni sem alveg svoleiðis í viðskiptum að hálfu væri nóg og guðsmaður, ég ekkert að efast neitt það. Og við vitum hvað getur gerst. Það eitthvað stímpaði í þessu, það tölvan eða eitthvað, það allt stambarslega saman, þú verður að koma og hann botnar tíkina til vinstri og næra að redda þessu og sér, maður, ég alveg á tíma hraki maður, og hann botnar tíkina tilbaka og kemur alveg löður sveittur inn, beint í púltinn nánast, næra að skella í sig hálfum kaffibolla og svo byrja predikunin. Við sjáum, þetta kannski íktmynd, ég veit að ég reynda veit ekkit hvernig fólk lifir, ég segi það bara alveg svo, kannski þetta ekkit endilega íktmynd alltaf. En við sjáum að maður í þessari stöðu getur ekki hafa verið að undirbúa sig eitthvað í ljúri bæn til drottins og lesa og biðja og eins og við erum alltaf að lesa og biðja, það eitt brandari. Bara að lesa og biðja maður.
Þetta er góð áreiting. Það er að segja við gerum þetta. Ég veit ekkit hvað fólk gerir, það getur vel verið að maður sé bara blindur sjálfur, ég veit það ekki. En ég veit það bara að orð Guðs er sannleikur. Og ég get ekki þjónað tveimur herrum. Það er ekki hægt. Það stríðir gegn öllu lögmáli. Ég er undir öðrum, þessum eða undir þessum. Og að átta sig á þessu og segja við sjálfan sig, þetta er sannleikurinn og finnst þetta svona, þá ætla ég að lúta herranum. Það skal verða mitt hlutskipti. Val. Og við þurfum að velja. Og hver velur? Hann valdi fyrir mig. Er það? Valdi hann fyrir þig? Nei. Þú velur sjálfur og sjálf. Það velur enginn fyrir þig. Það hafa áhrif er annað, en samt mitt val að láta þessi áhrif stjórna mér og stýra. Og margir eru þar, því miður segi ég nú bara, af hverju? Það er fullt af ósjálfstæði í heiminum. Af hverju? Því að mannkyn er veikt, mannkyn er sárt og sært og allt þetta og miklu meira til hefur búið til ósjálfstæði í manneskju. Inn í þetta kemur Drottinn, hann frelsar alla sem hann vill og líka þann ósjálfstæða og hann fyrir að kenna honum. Hann verður sjálfstæður og hann segir, nær svo langt að skilja að hann geti ekki þjónað Guði og mammon. Hann spyr sér spurninga og segir og svarar sínu spurningum og segir, úr því að þetta er svona, skal ég lúta herranum. Og hann gerir það. Og líf hans byggist upp í þessu ljósi. Og í aganum og reglunum sem hann setur sér, leitar hann fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Hann veit hann er ekki að missa neinu, því orðið segir sjálft, þá munu þeir veitast þetta að auki. Þetta hvað? Sem langar til að gera sjálfum. Og það getur alveg verið viðskipti. Og þú getur alveg verið vettlauðum manneskja. En með hjálp agans er Kristur alltaf í fyrsta sæti. Þú segir að þetta sé ekki hægt. Ég segi að það er kjaftæði. Af hverju? Af því það eru engar tvær manneskjur eins. Það væri kannski ekki gott fyrir þig að vera þarna. Því að þú myndir kannski hrasa lappirnar á sjálfum þér, hvort sem þú væri að fara þanga. En það eru ekki allir svona. Af því það eru engar tvær manneskjur eins. Og í skjóli og ljósi þessa sjáum við það mikilvægi þess að deyja sjálfum okkur og leyfa Drottni bara að ráða. Hann talar. Hann gefur ráð. Og þeir langar þangað. Hann segir, já, ég er með þér í þessu, ég styð þetta. Og þeir langar þangað. En ert komin á þann stað og leitar Drottins. Hann svona kannski gerir svona, býta þess með þetta. Já, þú býður. Ertu alveg svakalega fúll náttúrulega yfir því að þurfa að býða enn. Að því að trúin er alveg svo sterk, hún er komin þangað með þig. Gott mál. Svo gerst kannski eitthvað þú farið að sjá þetta. Vá maður, alltaf var ég heppinn maður. Hver oft hefur ekki sagt þetta? Hver oft hefur ekki Drottinn styrkt okkur framjá þessari vitleysu okkar? Þetta er hlutskipti hins trúa. Nú skiljum við betur
Af hverju? Við leitum ríkis Guðs fyrst og réttlæti hans. Þá mun okkur veitast þetta og hitt. Þetta mildur boðskapur, þetta hygginn boðskapur, þetta boðskapur sem gildir fyrir mig og fyrir þig. Sé ég þetta svona? Ég veit það ekki. Það er svo margt sem að ég veit ekki. Ég veit ekki viðbrögð nokkurs manns í raun og veru. Menn segja og tala oft um það, les og biðja, brandari, segi ég hef fyrirgefið, ég er bara ég. En Drottinn sér kannski þessa lesandi og biðjandi manneskju, þá segi ég bara bið afsökunar á því sem ég sagði. En þetta er ég. Og ég má alveg vera ég. En ég er manneskja sem Guð hefur miskunnað sig yfir og það tekið undir að hann hefur gert það. Og hann hefur líka náðað mig inn í ríki sitt og það tekið undir. Ég hef oft vitnað það að ég veit hvað ég standi í Guðs ríkinu. Hvað er það á annað en að náð? Að maður er búin að sjá náðina sem fer ekki neitt. Og þetta er það sem við erum að kenna. Við þessir predikarar og kennar erum að kenna þetta. Við erum að hjálpa fólki til að sjá þetta. Við gerum reyndar ekki neitt. Við bara tölum. Svo opnar Drottinn augu þeirra sem hann sér að hann getur opnað augun á. Já, hann sér hvort hann geti opnað augun á. Sem segir okkur það, á sumum getur hann ekki opnað augun, þess vegna þarf hann að vinna svolítið miklu kannski meira í viðkomandi, en vertu viss, það er hugreisting, að hann gerir það. Og allt í einu eru augun opin. Bara eins og gerðist hjá mér. Þetta er bara minn vitnisburður. Fyrir margt mörgum árum síðan, þá sá ég hvar ég stóð í Guði. Og ég hef líka vitnað það að ég var búin að sjá það löngu fyrr hver ég er. Þannig séð. Ég vissi að ég gat gert margt. En ekkert allt frekar en þú, en ég gat gert margt. Þegar ég var ungur maður, þá var maður oft mjög lítill í sér. En svo rís maður upp í þessu, að maður veit hver maður er. Það þýðir ekki til neitt að koma til mín og segja hver ég er, því að ég veit það sjálfur. Hvernig með þig? Veistu hver þú ert sjálfur og sjálf? Þá ert þú bara á góðum stað. Við segjum til hamingju með það að við erum á góðum stað. Við eigum að óska hvort öðru til hamingju þegar við erum raunverulega á góðum stað og það er góður staður að vera á að vita hvar maður stendur. Ég segi, já, mér hefur vegnað nokkuð vel. Já, mér hefur bara vegnað vel. Ekki nokkuð vel, mér bara hefur vegnað vel. Ég hef alltaf verið innan gott fólk. Og ég tel mig sjálfan vera bara ágætis mann. Ekki gert á hlut nokkurs manns, aldrei. Og svo sem enginn gert á minn hlut, en það er ekki allir neitt sérstaklega sanngjarni við mann, sem er allt annað mál. Það eru náttúrulega séð allar þess að reiði, allar þess að gremju og biturleika út í heiminum og svo náttúrulega er lygin vaðandi þar. Það er nú minnum hana sem betur fyrir kirkjunum og ég vil nú útiloka hana þar reyndar. Bara í Jesú nafni. Þannig að við erum að horfa svart hvíta mynd þegar við horfum á kirkju og heim og hvorum megin viljum við vera. Ég vil hvítu hliðina upp. Og Kristur er að bjóða mér að hafa hana upp. Það heitir trú, það heitir heilagur andi og hann segir við þig, nefndu nafnið, þér stendur þetta til boða hér og nú. Jesú nafni. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðjónsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja fyrir þessu góða verki Drottins.